Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þættinum segjum við frá nýrri þróunaráætlun og framtíðarsýn í nágrenni Keflavíkur flugvallar sem mun gefa af sér þúsundur starfa á næstu 2 áratugum. Við heimsækjum keflvíska tónlistarmanninn Magnús Jón Kjartansson í Grímsnes á Suðurlandi. Já, hann flutti í sveitina fyrir 10 árum síðan. Við förum til Grindavíkur og segjum frá nýjum leiguíbúðum fyrir tekjulága og förum á nettómót ungmenna í körfubolta. En við byrjum á nýrri framtíðarsýn í nágrenni Keflavíkurflugvallar. Nýsköpun og sjálfbærni og þúsundir nýrra starfa verða til á Suðurnesjum næstu 2 áratugina gangi áætlanir eftir hjá Katigó, þróunarfélagi Keflavíkurflugvallar sem kynnti nýja þróunaráætlun. Hún byggir á uppbyggingu á nærsvæði flugvallarins og stórskipahafnar í Helguvík sem gerir Suðurnesin að einu mest spennandi svæði landsins á næstu árum. Pálmi, þetta ansi glæsileg sýn hérna sem að þið eru búin að setja upp. Segðu okkur aðeins frá þessu. Já, við þekkjum þessi svæði. Við erum náttúrulega með hérna Helguvíkursvæðið, við Helguvíkurhöfnina, þar sem við erum að sjá fyrir okkur græna iðngarð. Og þetta náttúrulega, eins og þið sjáið, þetta næstu því á svipuðum skala og allur Reykjanesbær, hérna stærðin á þessu, þannig að tækifærin hérna eru mikil. Sömuleiðis erum við með náttúrulega Ásbrú, þar sem við erum að gera ráð fyrir íbúabyggð og þessu svæði hérna á milli byggðarinnar og háleitislaðsins, hérna uppbyggingu þjónustu hérna. Og síðan svona kannski strategískasti staðurinn sem hérna akkurat við aðaltorkið og framtíðar demantsvæði Keflavíkurflugvallar sem svolítið að binda alla byggðina saman við hérna flugstöðina og við flugvöllin og náttúrulega hinar byggðirnar líka með frábærum almenningssamgöngum akkurat inn á þennan punkt. Og hvað það helsta sem að þið eruð að fara að gera? Það að fara að laða að fjárfesta og hvað á þessum svæðum sem svona spennandi að ykkar mati? Það sem spennandi, það auðvitað nálægðin við risastóran alþjóðaflugvöll. Við byrjum bara þar. Og sömuleiðis erum við með stórskipahöfn hérna í nágrenni við flugvöllin sömuleiðis. Við erum með frábært samfélag sem við erum að byggja á. Við erum með nálægð við annað frábært samfélag sem höfuðborgarsvæði. Við erum með fullt af landi sem finnur þetta ekkert víða við svona flugvallarsvæði, þar sem bara hægt að fara af stað. Þannig að það ótrúlega margir kostir við Keflavíkurflugvallarsvæði. Við erum að fara að laða fjárfesta, já, og við erum líka að fara að laða að íbúa. Á sama tíma erum við að fara að stilla af hvað þarf til í samfélaginu ef að þetta verður að veruleika. Ef að flugvöllurinn heldur áfram að stækka eins og lítur út fyrir, ef þetta tekst hjá okkur öllum sameiginlega, þá eru hérna bara frábæri tímar framundan og þá þarf bara samfélagi líka að vera tilbúið. Hvað sjáu þið fyrir ykkur gerast? Ný fyrirtæki, ný þjónusta, ný byggð og fleira? Já, nálgunin sem við höfum unnið samkvæmt, það bæði þetta skipulagslega að teikna upp lóðir, teikna upp svæði, en við höfum líka verið að máta inn í svæðin þessi atvinnutækifæri sem við teljum eigi heima á þessu svæði. Þannig að eins og til dæmis niðri við Helguvíkurhöfn, þar erum við að sjá fyrir okkur að geta skipt í svæði svolítið upp í það sem léttari iðnaður og kannski eitthvað ef við viljum fara að laða að annað sem gæti verið hlutir sem tengjast framtíð flugs, grænir iðngarðar og svo framvegis. Okkur langar að markaðsetja það svæði til dæmis sem risastóran grænan iðngarð, þar sem hringrásarhagkerfið stýrir ákvarðanatöku hvaða fyrirtæki koma inn, þannig að þau séu að vinna með afurðir hvers annars og þá erum við komin með þannig svæði sem einmitt bara á mörkum flugvallar og hafnar og hefur þannig forskot umfram mörg önnur svæði og bara láta heiminn vita á því til dæmis. Sömuleiðis erum við að tefla fram svæðum fyrir íbúabyggð eins og á Ásbrú og erum svo að vinna með eins og svæði í kringum aðaltorkið, þar sem náttúrulega farin að stað hellingsþróun og við erum að leggja til annað sem gæti átt heima á þeim stað samhliða þeirri þróun sem eiga sér stað. Hvað svona næsta skref? Eru þið að fara að kynna þetta annars staðar í útlöndum eða hvernig mun þetta fara fram? Þetta okkar hlutverk núna að markaðsetja svæðið, nota þessi gögn sem við erum búin að vera að vinna í allan þennan tíma, bæði teikningar og bara hugmyndafræði og útreikninga og fleira og bara við erum með mjög skýr svona
skýrar hugmyndir hvað á að vera eða hvað getur verið hérna. Þannig nú ætlum við bara að láta vita því. Og hvað það helst sem þið sjáuð, eru spennt fyrir að sjá koma? Sko við erum mjög spennt fyrir því að sjá hluti sem að snúa að til dæmis matvælaframleiðslu, innflutningi og útflutningi, ná að stilla betur af hvað hægt að gera eins og með Helguvíkurhöfnina og með flugvöllinn hvað það varðar. Síðan erum við með mjög spennandi þróunarsvæði eins og hérna á Ásbrú, það sem er náttúrulega bara gert ráð fyrir íbúðabyggð. Þannig að við erum búin að teikna upp það svæði sömuleiðis og erum með hérna sömuleiðis hugmyndir starfsemi á Ásbrú sem þá að njóta góðs af því að vera nálægt flughlaði, hérna austurhlaði flugvallarins. Þannig að svæðið þar á milli, þar sjáum við fyrir, semst á milli Ásbrúar og flugvallarins, sjáum við fyrir okkur að nýta tækifærið og þróa byggð sem myndi þá á sama tíma og það væri verið að bjóða upp á frábæra lóðir fyrir til dæmis flugvallartengda starfsemi, fyrir þekkingarsamfélag og svo framvegis sem við sjáum fyrir okkur hérna. Þá væri á sama tíma verið að skýla byggðinni frá ásýnd hávaða og svo framvegis sem kemur náttúrulega frá flugvellinum. Í kynningunum sínum tíma nefnduð þið meðal annars dróna á stærri gerðinni eins og þeir væri að þróast mjög mikið og það gæti verið eitthvað sem þið sæju hér í framtíðinni. Akkurat. Það þá drónar til að flytja varning eða? Já, það sem við vorum að skoða þá og auðvitað þetta allt þegar við töluðum saman síðast, þá erum við þetta með risastórar, vorum að reyna átt okkur á því hvaða hugmyndir eru raunhæfar og drónaflug náttúrulega bara eitthvað sem að stækka í heiminum og þróun á drónaflugi sérstaklega, bæði með varninga milli landsluta og til fólksflutninga og fleira. Þannig að við sjáum til dæmis fyrir okkur þessar lóðir sem við vorum að ræða hérna á Ásbrú. Þar væri hægt að vera með aðgengi að hlaði fyrir þróun á drónaflugi og drónum og hérna sömuleiðis flugvéla íhlutum. Það er náttúrulega ýmislegt í gangi þar varðandi framtíð flugs, framtíðar orkugjafa og svo framvegis. Þannig að hérna væri hægt að vera með bara frábært svona þekkingarsamfélag utan framtíð flugs á Ásbrú með aðgengin á hálendishlað. Hvað með þætti eins og samgöngur? Hvernig koma þær inn í þessa áætlun? Samgöngur eru náttúrulega eitt af stórum málunum og við höfum verið að skoða akkurat tengingarnar bæði við höfuðborgarsvæðið og sem sagt með almenningssamgöngum. Sömuleiðis tengingar hérna á svæðinu, bara við sveitarfélögin, frá flugvellinum og innan sveitarfélagana. Sömuleiðis aðra samgöngumáta, það náttúrulega bílaumferð hérna hellings hérna á milli, það þarf að bæta öryggi og flæði á Reykjanesbrautinni sömuleiðis og fullt af hjólreiðatúristum sem koma til landsins sem hérna eru að hjóla meðfram Reykjanesbrautinni til dæmis og það auðveldlega hægt að gera frábærar úrbætur á því kerfi. Þannig að við erum með skoðun á því líka, hvernig hægt að leysa, allavega koma okkur lengra, þannig að við séum ekki stöðugt að bíða eftir lestinni til dæmis, þó að það yrði kannski loka niðurstaða einhvern tímann. Hraðanlesta milli Keflavíkur og Reykjavíkur. Ef það yrði til dæmis einhvern tímann niðurstaða, þá verðum við aldrei fyrir henni í því sem við erum að leggja til. Við erum að leggja til ákveðnar úrbætur á fjölda samgöngum á milli Keflavíkurflugvallar og höfuðborgarsvæðisins. Það er hægt að fara í mjög aðgengilegar lausnir eins og til dæmis legg frá flugstöð beint upp á Reykjanesbraut og svo í tvöföldu kerfi alla leið til höfuðborgarsvæðisins sem myndi gjörbreyta bæði upplifun og þjónustunni með almenningssamgöngum. Þannig að það er eitthvað sem við sjáum fyrir okkur allavega sem fyrsta skrefi. Þannig að við erum ekki að tefla fram lest til dæmis í okkar. Við erum að sjá fyrir okkur raunhæfar lausnir til skemmri tíma sömuleiðis án þess að vera svo fyrir. Og síðan varðandi að því við vorum að tala samgöngunar hérna innan sveitarfélagana. Já, til dæmis frá sveitarfélagunum að flugstöðinni. Já. Þar erum við að sjá fyrir okkur líka bara nýjan kjarna sem mun þróast utan aðaltorkið og við Reykjanesbrautina þar. Þannig að við erum ekki bara að leggja til, við erum líka að leggja til leiðir til þess að breyta og bæta almenningssamgöngu þjónustunni hérna innan svæðisins með til dæmis rútum sem þú átt að geta hringt í ef þú býrð í þessum strjálli byggðum til dæmis og síðan bara eflingu kerfisins hérna á svæðinu en við erum líka að leggja til bara mjög þétt
þróunarsvæði utan aðaltorgið við Reykjanesbrautina sem gerir það verkum að flugvöllurinn fær miklu betri tengingu við byggðirnar. Það ertu náttúrulega komin með bara mjög beina leið inn í til dæmis Reykjanesbæ, en þú ert líka komin með stóra stoppustöð almenningssamgangna fyrir fólk sem koma frá Suðurnesjabæ eða annar staða frá, þannig að það þróunarsvæði hefur gríðarlega möguleika í okkar huga. Maður hefur á tilfinningu að þetta sé gríðarlega viðamikil áætlun. Já, hún er það. Og það þarf auðvitað að stilla hana líka af miðað við uppbyggingar áætlanir flugvallarins og svo framvegis. En það sem við sjáum fyrir okkur að geti orðið til hérna þetta 400.000 fermetrar sem að munu byggjast hérna upp. Þetta næstu því 5.000 störf sem verða til. Við erum auðvitað að horfa til langs tíma. Við erum að horfa til ársins 2050. Sömuleiðis erum við að tala svona sirka 700 störf í uppbyggingu í gegnum allt ferlið sem getur lítið á sem föst störf. Þannig að þetta náttúrulega risastóra tölur. Þetta rúmlega 130 milljarðar í uppbyggingu sem við erum að leggja til að muni eiga sér stað hérna. Eru það peningar sem að koma hvaðan? Þeir koma þá frá fjárfestum og auðvitað ef það eru opinberir aðilar sem að ætla að fjárfesta í því sem að þarf til hérna sömuleiðis, þá kemur það náttúrulega frá ríkinu eða sveitarfélögum. En þetta eru allra helst fjárfestar sem við viljum fá á svæðið, bæði innlendir og erlendir, til þess að akkurat fjölga þessum tækifærum. Sjálfbærni orð sem að þið nefndu hérna þegar þessar hugmyndir voru fyrst kynntar og núna eru komna niðurstöður. Það er svolítið líkil orð líka hjá okkur. Já, algjörlega. Sjálfbærni er bara grunnstefið í allri okkar áætlun og það er hugmyndafræðin á bakvið þessa uppbyggingu. Bæði hvað varðar auðvitað umhverfismálin og þessi iðngarður sem verið að leggja til í Helguvíkinni, hann alltaf byggir á sjálfbærni algjörlega og síðan allt þetta sem við erum líka að skoða sem heitir þetta að stilla þetta af þessar tölur miðað við uppbygginguna. Það er auðvitað sjálfbær vöxtur til framtíðar sem verið að leggja til þar. Þannig að það sé ekki alltaf verið alltaf skottið á sér. Þið hefur kynnt þetta sem samstarf margra aðila, sveitarfélagana, Katego, ríkisins og fleiri aðila. Hvernig hefur það gengið? Það hefur gengið heilt yfir vel. Það hefur auðvitað verið tekist á ýmsa hluti. Það eru alls konar hagsmunir undir í þessu ferli. En núna það er algjör samstaða á bakvið það sem við erum að tefla fram. Og það hefur bara verið mjög hollt að fara í gegnum þessi samtöl, í gegnum ferli. Og samstarfið held ég að sé mjög einstakt. Það er ekkert annað svæði á Íslandi sem er að vinna á sama hátt og við erum að gera hérna með þessum 2 sveitarfélögum og flugvellinum. Þannig að það er bara til fyrirmyndar. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Magnús Kjartansson er landskunnur tónlistarmaður og einn af þeim sem átti þátt í því að Keflavík varð þekktur sem Bítla- og tónlistarbær fyrir hálfri öld síðan. Hann flutti fyrir áratug í sveita rólegheitin í Grímsnesi á Suðurlandi og Sigurbjörn Daði Dagbjartsson fór þangað. Keflvíkingurinn Magnús Jón Kjartansson er lifandi góðsögn í íslensku tónlistarlífi. Hann er kenndur við Bítla-kynslóðina sem spratt upp í Keflavík í kjölfar hljómsveitarinnar Hljóma en ungur árum fluttist hann frá Keflavík sökum vinnu sinnar sem tónlistarmaður. Lengi vel bjó hann í Hafnarfirði en hann og Sirri konan hans ákváðu að venda kvæði sínu kross fyrir 10 árum og settu stað í sumarbústaðabyggðinni í Grímsnesi rétt hjá Selfossi. Ég er búinn að búa hérna í yfir 10 ár og ég og konan mín tókum þessa ákvörðun því að við höfum verið hér með land og verið að rækta og foreldrar hennar eru með land hér við hliðina og eitt leit af öðru og við byggum á 3 hæðum í Hafnarfirði. Já, áður en þið fluttuð hingað. Áður en fluttum hingað, tókum bara ákvörðun að búa til okkar elliheimili á einni hæð og byggðum hérna hús í bankahruninu og notuðum tækifæri þá var hægt að fá alla fyrirgreiðslu
hjá öllum og iðnaðarmennirnir sprutt upp úr jörðinni. Lítið vandamál að fá iðnaðarmenn þá. Þannig að það var ósköp notalegt. Við vorum svo heppin að fá alveg frábæra stráka og menn til að sjá þetta fyrir okkur. Og já, við hikuðum ekki neitt. Og byrja, þetta hvað ertu lengi að keyra inn á Selfoss? Ég 10 mínútur eitthvað svoleiðis. 12 mínútur ég inn á gólfi í Krónunni eða annars staðar. Þannig að stutt í alla þjónustu, mjög góð þjónustu inn á Selfossi. Já. Og færið og annað hefur verið bara nokkuð góð þó að ýmislegt hafi gengið á í vetur. En það hefur oft gengið á veturnar á Íslandi þannig að maður bara lætur sér ekkert bregða. Þú varst ekkert svo eini sem lendir í því? Nei. Ég var eini sem kvartaði aldrei. Af því að ég hugsa alltaf snjór. Það var eitthvað sem maður lék sér í þegar maður var krakki. Óð upp að hnjám til að komast í skólann og fór heim í hádeginu til að borða og óð svo aftur af stað. Aftur út í snjóinn? Já, svo var líka gaman að teika í þessu. Það var vinsælt í Keflavík. Og væntanlega mjög hentugt að búa hérna. Þú ert mikill hestamaður. Já, það nú, það skal alveg viðurkennt að svona hestarómantíkin spilaði inn í þetta og kannski ekki síðast það að ég fékk aðstöðu fyrir hestana mína hérna í miðingi bænum sem hérna hinum við Biskupstungnabrautina. Yndislegt fólk þar sem aðstoðaði mig og Sirri og við áttum góðar stundir með og eigum enn á og til. Og það var svona eiginlega ástæðan fyrir því að við bara tökum af skarið og flytjum hingað og höfum ekki upplifað okkur nema velkomin og njótum þess verulega bæði þess að vera hér í þessari fallegu náttúru og svo náttúrulega líka allur sá félagsskapur sem hér í sveitinni. Já. Og yfir sumarið þá ertu með hestana bara hérna? Þá ég með hestana hérna hjá mér eða á túnni sem ég hef hérna. Já. Þeir verða nú að fá eitthvað smá grænt hestagrey. Já. Og hvað ertu að fara oft á bak yfir sumarið í viku? Hvað myndir að halda svona meðaltali? Ég veit það ekki. Það kemur eftir því hvað maður að gera. Já. En ef ég hérna heima þá reyni ég nú að fara eitt hring. Það þarf að hreyfa þessar skepnur og halda þeim í formi og skaffa þeim félagsskap. Jú. Leið þeir skaffa mér félagsskap. En góð, þú ert líka með stúdíó, bara hljóðver hérna úti. Nei, það kallast nú ekki stúdíó. En ég hérna með svona smá, það sem á ensku kalla man cave. Man cave. Já. Hérna úti þar sem ég hef og fæ að vera í friði og með svona dótið mitt í kringum mig. Og svona getur allavega tekið upp píanóið, það ekki? Jú, ég get tekið upp eitt og annað og svona unni mína svona nauðsynlegustu vinnu. En það jafnast ekkert á við að vera að vinna í góðu stúdíu og með gott fólk í kringu sig. Það ekkert sem jafnast á við það. Það var ekki hægt að sleppa Magga án þess að rifja aðeins upp frá tónlistarferlinum. Hann sagði okkur frá skemmtilegri æskuminningu með móður sinni þegar hann var að byrja að læra á píanó og hlusta á tónlist. Og skildi Maggi ennþá stíga dans við skáldagyðuna? Jú, ég var búinn að vera að sitja við píanó heima alveg frá því ég var krakki. Já, var píanó heima þér? Já, og mamma lærði píanóleikari. Já, ok. Þannig að hún sagði nú ekki mikið þetta, en píanó var inn í stofu og á og til opnaðist hurðin og sagði, heyrðu Maggi, sérðu, viltu ekki prófa þetta? Og leiðrétti mig eitthvað aðeins þegar hún heyrði hvað lag ég var að reyna að spila. Eitthvað og svo bara lokaði hún og fór. Okay. Og einu sinni man ég eftir því að hún var að baka á laugardegi og ég hafði keypt Jimi Hendrix
Electric Ladyland, doppelálbum, sem ég hafði verið að hlusta á. Og við lágum yfir þessu strákanir maður. Og þegar ég var að hlusta á Hendrix, þá náttúrulega ómaði þetta all íbúðina. Svo einhvern tímann á laugardegi mamma baka og það bara Óskarur sjúklinga í útvarpinu og alltaf sömu lögin. Kalla mamma í mig og segir, Maggi, getur ekki sett þennan Svertingi á sem að var að spila þarna á gítarinn? Hann helvíti góður. Ég gleymi því ekki. Þetta var stórt moment. Mamma að biðja mig að setja Jimi Hendrix á. En menna skáldgyðjan eða skáldagyðjan, veit ekki hvort maður segir, er hún ennþá sveimandi yfir þér? Nei, það er langt síðan hún fór ef hún kom eitthvað tímann. En það er nú bara þannig með mig, ég hef eiginlega aldrei samið neitt nema að ég hef þurft að gera, nema út af þrýstingi, einhvers staðar. Það er ekkert að andinn komið yfir þig? Nei, ég sitt ekki heima hjá mér og svíf í drauma heimi. Nei. Ég vildi ég gæti það. Það er bara þegar pressan er á þér þá semurðu? Já, þá verður maður bara yfirleitt að vera bara snöggur að koma með eitthvað og gera það bara. Ég meina, hvernig eitt frægasta lag, sagan er nú góð á bak við það, og áttir ekki að semja fyrir Villaheitin? Jú, hún er... Og það var ekkert að gerast hjá þér fyrir hann mætti og þá hvað fórst í felur og sandir? Já, það var það að retta því í kvelli. Lagið Lítill drengur? Já. Og það fættist bara svoleiðis? Já. Það þurfti bara að gera lag í kvelli. Já. Hvað er síðasta lag sem þú sandir? Það hef ég ekki hugmyndum. Ég man það ekki. Ef þú yrðir að reyna að rifja þig, hvað myndir þú halda? Ætli það hafi ekki verið með hljómsveit sem hét Skuggasveinar, sem enginn hvorki veit hverjir eru eða hefur heyrt í. Og það er kannski ágætt. Og þar voru ég og Gunnar Þórðarsson og Vilhjálmur Guðjónsson og Árni Jörgensen og Haraldur Þorsteinsson og fleiri, alveg úrvalsgengi. Og tókum upp eitthvað og gerðum disk sem að svo tók upp á því bara að hverfa sjónum almennings og eyrum. Og hvað ár er þetta? Ég held að það hafi aldrei verið spilað eitt einasta lag í útvarpi en eitt og það. Okay. Þetta var bara fyrir svona 5 ár síðan eitthvað. Já. Það var í sjálfu sér alveg ágætt. Þetta var andvanafætt. Það er bara þannig. Ef einhver kæmi að þér í dag og nánast með byssu, nú verður þú að semja þitt besta lag. Myndirðu ná því í dag? Ertu ennþá með þetta í þér? Já, ég myndi reyna að bjarga mér. Já. Já, þannig að þú gætir það. Já, það hugsa ég. Já. Þetta er nú ekki nein geimvísindi, þó þetta séu svolítið vísindi. Já, fyrir suma held ég að þeim finnst þetta að vera meir en geimvísindi. Já, það er kannski misjafnt. Já. En ég myndi reyna alveg eins og ég gæti að bjarga lífinu. Já, bjarga lífinu. Leigufélagið Bjarg afhenti nýlega 10 íbúðir í Grindavík. Íbúðurnar eru hugsaðar fyrir tekjuminna fólk. Það var kátt á Hjalla í Vesturhópi 61 í Grindavík mánudaginn 27. febrúar en þá afhendi Bjarg fasteignafélag 10 leigu íbúður og voru íbúðurnir að byrja að koma sér fyrir þegar Suðurnesjamagasín mætti í heimsókn. Fyrsta skóflustungan var tekin í árslok 2021. Framkvæmdir hófust í ársbyrjun 2022 og HH Smíði sem byggði íbúðurnar stóðst tímaáætlun.
Hörður Guðbrandsson, formaður verkalýðsfélags Grindavíkur, hefur ýtt á eftir þessu í töluverðan tíma og var glaður í bragði. Bjarg óhagnaðardrifið leigufélag sem í eigu ASÍ og BSRB fyrir tekjulægri einstaklinga í þessum félögum og það að vera konið 1000 íbúðir hérna á Suðvesturhorninu og eitthvað á Akureyri líka af þessum íbúðum og þetta eru fyrstu íbúðnir í Grindavík, 10 íbúðir sem við verðum að flytja inn í hérna í dag. Þetta félag er náttúrulega stilt af fyrir frekar tekjulága en það er engum hent út og þegar þú komið inn í þá ertu komið með öruggt húsnæði og þó þú hækkir í tekjum þá er þér ekkert hent út, þú borgar bara hærri leigu. Það er eina sem gerist. Þannig að þú ert komið með öruggt húsnæði þess vegna til æviloka að þú vilt það. 1100 ungir og efnilegir körfuboltakrakkar létu gamminn geisa í öllum íþróttahúsum Reykjanesbæjar síðustu helgi, en þá var nettómótið haldið. Það hefur verið haldið í 3 áratugi og er eitt stærsta íþróttamót landsins. Hilmar Bragi kom við í Blúhöllinni í Keflavík. Suðurnesjamagasín er einn af fjölmiðlum Víkurfrétta en samnefnt blað kemur út vikulega og hefur gert í rúm 40 ár. Í blaði Vikunnar er rætt við írska konu sem settist að á Suðurnesjum. Hún segir að það sé miklu betra að ala upp börn á Íslandi og það sé frábært í Reykjanesbæ. Þetta og margt fleira í blaði Vikunnar sem dreift er frítt öll Suðurnes og á netinu. Á Víkurfrétta vefnum má finna nýtt efni á hverjum degi, fréttir og margs konar umfjöllun. Þar má líka finna alla þætti Suðurnesjamagasíns. Það er nóg að gera á golfsíðunni okkar, kylfingur.is, nýjar fréttir af okkar bestu kylfingum og öðrum úti í heimi. Við þökkum fyrir áhorfið að þessu sinni, bendum ykkur á að við þiggjum ábendingar í tölvupósti á vaff hjá vaff.is. Við sjáumst í næstu viku. Verið sæl.